Fjölgun íbúða í byggingu stóð nánast í stað í fyrra miðað við árið á undan, þrátt fyrir áætlanir að auka framboð á íbúðarhúsnæði. Samtök iðnaðarins gera ráð fyrir áframhaldandi töf. Á horni Þórunnartúns og Bríetartúns í Reykjavík verið að byggja 94 íbúða fjölbýlishús. Það uppfyllir þó aðeins brot af þeirri þörf sem fyrir nýjar íbúðir í Reykjavík. Nú talið að íbúðafjárfesting hafi nánast staðið í stað í fyrra, þótt spáð hafi verið aukningu. Svo virðist sem meiri kraftur hafi farið í að byggja hótel og annað gistirými. Þetta kemur fram í endurskoðaðri þjóðhagsspá Hagstofunnar. Þar því spáð að íbúðafjárfesting aukist 11% á þessu ári, en töluvert meira á næsta og þarnæsta ári. Fram kemur að ef spáin rætist séu enn 5 ár í að íbúðafjárfesting verði orðin svipuð í hlutfalli við landsframleiðslu og hún var að meðaltali 1997 til 2014. En þýðir þetta að áætlanir meiri háttar átaki að fjölga íbúðum hafi ekki gengið eftir. Sveitarfélög eru oft á tíðum að koma með einhverjar vonir og væntingar sem að svo kannski standast ekki. Það er alls konar þröskuldar sem við erum að lenda í. Til dæmis hefji kærumál nágranna nýbyggingar þar sem þétta á byggð. Þetta bara alls konar dæmi sem að koma upp sem að verður þess valdandi að það erfiðara að fara af stað og þetta gerist hægar. Finna þurfi aðferð til að gera auðveldara að byggja nýjar íbúðir. Friðrik segir einnig að menn velti því fyrir sér hvort ávinningur fyrirtækja því að byggja íbúðarhúsnæði sé hreinlega ekki nógu mikill. Og útlitið fyrir þetta ár ekki mikið bjartara að mati samtakanna. Svona okkur sýnist að enn og aftur, þetta hægjá, það töf í þessu. Þetta ekki að gerast jafn hratt og við áttum von á. Það eiginlega bara sama svar og við gáum fyrir ári síðan.